Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Við erum hérna í Radio Gaza. Það er nú komin svolítið tími síðan að við komum saman hérna síðast. Ég heiti Mari Lilja og hjá mér eru þau Sigtryggur ljósmyndari og Magga Stína Blöndal. Hæ. Tónlistakona og aktivisti, þið bæði auðvitað. Komið hérna, hafi verið virki í þessari Palestínuhreyfingu hér á Íslandi og við hérna höfum nú fengið ykkur nokkrum sinnum áður að borði. Tilefni þess að ég kallaði ykkur til var ummæli Trump meðal annars í gær þar sem hann talar að flytja burtu fólk, Palestínu fólk frá Gaza og einhvern veginn svona koma þeim upp á nágrannalöndin og byggja þarna eitthvað svona resort eða eitthvað svona fíneris strand atriði væntanlega fyrir ríka Ísrael og Bandaríkjamenn Netanyahu hann allavega tók óbúslega vel í þetta og samkvæmt því sem ég sá í dag þá hann farin að undirbúa þessar brottfararsveitir eins og hann kallaði þær sem hefur einhvern veginn svona mjög svona óhugnarlegan hljóm, brottfararsveitir þetta hljóma svolítið eins og stormsveitir þetta heimferðarþjónusta já, einmitt eins og heimferðarþjónustan ríkislögreglustjóra þið eru væntanlega búin að fylgjast með þessu hvað er að gerast hérna? Já náttúrulega Trump segir alltaf frá því sem gerist í síðasta partíi það er svona hans háttur á svona framsetningu þegar hann talar og hann er ofta hann segir upp á það sem aðrir hugsa en þú ekki segja og þetta er svona þetta var nú svona náðu einhver svona súrrealískum hæðum ef það er hægt að tala súrrealískar hæðir hvað hann varðar og samt auðvitað svona kannski veruleikin sem að heimurinn, vestræna heimur horfist í augu við núna er að það er ég veit ekki það er einhver svona hvað maður segja svona ignorant fasismi sem að spurningin er eiginlega svona ignorant fasismi sem hann presenterar sem að er framsettur með þessum hætti svona eins og hann sé þú veist hann er svona eins og sé oft í svona rjómakökuleik eða þú veist ég veit ekki eins og hverju og þetta var sem að hann hafði boðið stríðsklæpamanninum og þjóðamorðingjanum Netanyahu sem held í daglegu tali sé nú kallaður Satanyahu hann hafði boðið hann í morgunverð en viðkomandi er eftirlýstur af alþjóðaglæpadómstólnum fyrir stríðsklæpi og glæpi gegn mannkyni en Trump vildi bjóða hann í morgunmat og gerir það og þetta hann var svona segja frá því sem hefði svona borið svona helsta góma yfir morgunmatnum og það var sagt að honum finnst bara þrælsnið þetta og losa bara einhvern veginn gasaræði við það væri hvort það væri ekkert að sækja skilur þú veist það er bara búið að sprengja það er bara allt í rúst á svæðinu og hann hafði frétt það með þess að Trump að það væri allt í rúst og hann talar, það er áhugavert eitt í máli Trumps er að hann talar 1,5 milljón gasabúa sem er eiginlega athyglisverðast af þessu öllu saman akkurat þar að því að hann alltaf fer svolítið fallit á því að hann færi auðvitað upplýsingar og upplýsingarna sem hann fær það hrynja út úr mununum á honum þannig að við getum í raun og veru þú veist það er allavega það voru 2,5 allavega sem byggu á gasasvæðinu 7. október það má allavega leiða því líkum að hann hefði haft fyrir upplýsingar það sé ekki fleiri en 1,5 milljón eftir á Gaza hvað segir það okkur? Já, þessar tölur hafa náttúrulega verið aðeins á flökti svona síðustu daga Trump hefur bæði sagt hann sagði nú fyrir svona viku eða 10 dögum þá talaði hann 1,5 milljón núna 800.000 held ég, eitthvað svoleiðis og þú veist og ef að fjöldi Palestínufólks á Gaza var 2,3 milljónir segjum það þá er þetta bara þessi einfalda stærðfræði þá heyrist okkur þetta að Trump
Trump og Netanyahu viti að það sé búið að þurrka yfirborðið jarðar allavega 500.000 sko. Kannski 800.000. Sennilega meira, sennilega 800.000 eða einhvers þar að þessu bili. Og það rýmar við útreikninga Lancet sko sem þeir gáfu út einhverja tölur í september. Já, alþjóðlega læknaritið mjög virt. Já, sem svona einmitt mjög konservatíft og eitthvað virt læknatímarit sem að spáði eiginlega fyrir það að þetta yrði í kringum 1.000.000 og eftir áramót sko. Þetta forvindilegt með Trump sko, hann náttúrulega og var í sjálfu sér fyrir sjónlegt að hann lætur þannig að það þarf alveg sífellt að vera að skoða og hlusta á vitleysunna sem stendur upp úr honum sko. Og það mjög erfitt að átta sig á því stundum hvað meinar hann og hvenær hann að segja bara tóma vitleysu og þetta sumtaði sér svona virðist vera einhver svona leikur með afvegaleiðingu segja bara nógu mikið af einhverju dæmalösu steypu sko, og halda fólki uppteknu við það og meðan að maður að framkvæma eitthvað hræðilegt einhverstaðar annar staðar sem fer undir radar hann hefur alveg hegðað sér svona áður og en það ég tók eftir því þegar hann flutti þessa ræðu að hann virtist vera að lesa af blaði sko. Og að minnstakosti svona með fyrstu setningarnar þegar hann var að tala þetta og þetta það þannig oft með svona fólk oftast held ég að ræður eru skrifaðar fyrir þau sko. En heldur hann kunna lesa? Algengt. En mér sýndist það þegar að stóða hann í pontunni og við gerum bara ráð fyrir því og og svo var svona fór hann svona einhvern veginn virtist hann fara aðeins út úr skrifuðum texta þegar hann var að tala svona eins og þetta væri af einhverju mannúðar ástæðum sem hann vildi moka fólki út úr Gaza af því það væri bara svo hræðilegt að vera þarna og þetta væri gott fyrir þau að komast út og búa á einhverjum betri stað sem betri fyrir þau. Það er alltaf sem væri svona sérlega ógeðfellt sko, þegar að Bandaríkin hafa fjármagnað þetta þjóðamorð. Já, í Netanyahu náttúrulega satt við hliðina á honum og Bandaríkin hafa fjármagnað þetta og Netanyahu séðum framkvæmdina á þessu og þetta alltaf verið jafnað í jörðu og 500.000 manns drepin og eitthvað svona og síðan fara þeir í þetta bara af náungakærleik að reka fólki burt, það ekki? Jú. Það var svona eins og þetta var kynnilegt. Að hreinsa svæðið sko, af þessum hræðum sem eftir eru. Og þá þessari ábyrgð í rauninni á þessari miklu eyðileggingu og þessum terror sem þannig hefur farið fram svona á nágranna löndin. Þetta verður ekki ógeðslega. Dystopían sko, hún nær ekki, hún sko, ég ætla ekki að fara að segja að sko, hún ná ekki sko ná ekki lengra af þess að þú veist, það náttúrulega algjörlega hefur sko mann hefur þrotið allt ímyndunarafl sko þú veist, sko hvað varðar satískar kendir þessa fólk, sko. Þannig að En hver staðan á Gaza núna? Nú eru þið í sambandi við einhver einstaklinga þarna á svæðinu. Nú þetta mikil eyðileggingi en það hefur eitthvað komist inn í þessu vopnahlé, ef vopnahlé skildi kalla, af bara svona vistum og sjúkragögnum en maður tekur nú eftir því að það ennþá svona sterkt kall eftir bara fjárhagsstuðningi og bara aðstoð almennt. Já, sko, það er bara hluti af sko, hjálpakunum sem kemst í. Það sko, matur hefur komist inn sko, en fólk auðvitað að snúa heim og þar mætir sko, fólki sem sagt rústir einar og sko, já, svona vægt til orðatekið það er svona myndir sem maður sér skilur þú veist að það ekkert vatn, það ekkert rafmagn þannig að sko ég hef til dæmis heyrt fólk sem hefur þurft að snúa af, sko hefur snúið tilbaka hendi sín en hefur þurft að snúa sagt, aftur í tjaldi vegna þess að það ekki fólk fær ekki stuðning til þess að taka til þess að hafa maður verið í tjaldi fyrir sunnan í einhver tíma og taka fram að þetta sko alveg ofboðslega
oft talað það hvað þetta lítið svæði en gangandi, ég meina, þú veist, fer maður ekki kannski 12 kílómetra með tjald á bakinu ef maður kannski 70 kona, þú veist, með skiluru vatn eða þú veist, tjald og þú veist, eitthvað svo leið, sko. Þannig að fólk hefur í sumum tilfellum þurft að snúa tilbaka í það tjald sem það dvaldist í kannski áður, hefur búið að veljast núna í alla þessa mánuði, sko. Eða skilur, þú veist, þá menni með öllu því að vera, sko, rekið eins og, skilur, þú veist, ég veit ekki eins og hvað, fram og tilbaka, svikið allt eyðilagt, allt tekið af því, það verður fyrir, sko, botnlaus og ofbeldi hvar sem það kemur, af þessum sadistum, sko. Já, þetta hefur náttúrulega sko, eins og við höfum séð sem höfum bara fylgjumst með ekki verið neitt raunverulegt vopnahlé. Það hefur kannski minkað aðeins sprengjuregniðinn á Gaza en það er náttúrulega bara verið gefið í á Vesturbakkanum og meðan. Það er 28.000 á seinustu 2 vikum. Akkurat, sko. Á Vesturbakkanum. Já, sem að hafa sko verið bara, þú veist, rekin og heimilið er eðilögð og drepið. Þetta er einmitt fyrir hann, hvað heitir hann ekki, Kústner, Tengdason Trump, já. Mér finnst líka, sko, ég er aðeins í sambandi við fólkin á Gaza og auðvitað hafði fólki þarna mjög svona það var talsverð eftirvænting eftir þessu vopnahlé og ég bara get mjög vel skilið það á sama tíma og mjög mikil fögnuður þegar þetta byrjaði og þau fengu þarna minnst okkur svona einhvers konar hugmyndafræðilegt leyfi til þess að fara norður og skoða heimili sín og það var mikilvæg eftirvæntinga eftir því. Ég held að mörg þeirra mér heyrist að mörg þeirra hafi verið alveg meðvituð að heimilin þeirra væri ekki endilega til lengur og kona sem ég talaði við sem að er bara með þá hugmynd að hún geti farið og fundið lík mannsins síns. Það er eina sem að hún ætlar sér með því að fara á Norður-Gaza. En síðan þessi vonbrigði auðvitað alveg feiknarlega líka og mjög mikil örvænting sem fylgir því að koma norður og sjá alla eyðilegginguna, átta sig á því að það verður ekkert lík fundið þarna neinstaðar og þetta eru kannski einhverja byrðir farnar að berast þarna inn en matarverðið er ennþá alveg gríðarlega hátt og það er verið, þetta er náttúrulega kannski eitthvað misjamt en þú veist þetta eggjabakkin að kosta $100 og eitthvað svona og þetta er bara erfitt og það var vont veður víðar en í Reykjavík sko, í síðustu nótt, það var vont veður á Gaza líka í síðustu nótt, mikið rók og það tjöld fjallu og niðurringd tjöld sem fjallu, þið veitir, fólk með börn í tjöldum, búið að vera mánuðum saman og þetta er bara þetta er ekki auðvelt, þetta er mjög sárt og mikið vonbrigði og mjög erfitt líf sko. En á sama tíma, sko, náttúrulega þú veist, er engum vafa undirorpið sko hvað liggur fyrir hjá Palestínu, hjá fólki sem er að snúa heim það er engum vafa undirorpið það er ekki farasnið á þeim það er ekki, þú veist, það er bara endurbygging og hún verður þetta bara aðdánaverðari sko fyrir þess sakir að það sko þú veist, það er ekkert sem stöðvar það ekki neitt, sko. Ekki einu sinni morgunverðarborð, sko, með, stríðsklæpamanni. Nei, þú veist. Og einmitt síðan, talandi einmitt stríðsklæpamannin og Trump vinans. Hvernig finnst ykkur íslensku stjórnvöldin, nú er þetta ný stjórn og Alþingi komið saman og allt þetta, nýr utanríkisráðherra, forsætisráðherra hafa staðið sig í að bregðast við kalli almennings og nú ég segi almennings vegna þess að það hefur verið gerða kannanir á afstöðu almennings til málefna Palestínu þar sem að 75% með minnir hafi verið með Palestínu alla leið. Hvernig finnst ykkur þetta fólk hafa staðið sig í að fordæma til dæmis þessi ummæli Trump? Það hafa ekki borist fregnir að fordæmingu frá íslensku stjórnvöldum og ég skrifaði með tölvupóst til allra þingmanna í gær og það sem ég
Það var gott hjá þér, Margrétína. Ég var hvers eðlis var þessi tölvupóstur? Þar bara fór ég yfir þetta morgunverðabóð og niðurstöður þess og líka fordæmingu af því að þú veist, það hafa náttúrulega bara staðið fordæmingar frá Arabaríkjum, frá meira svo Þýskalandi, Frakklandi, þú veist, Írlandi, ég meina, þú veist, þetta náttúrulega bara, fólk auðvitað bara á ekki orð, en reynir svona að hósta upp úr sér fordæmingunni og ég var bara að velta fyrir mig hvenær við mættum vænta þess að fordæmingarhóstin hreykju upp úr íslensku ríkisstjórninni og svona var að hvetja þetta var svona átt að vera hvetjandi fyrir þú sérstaklega kannski nýkjörna þingmenn til þess að svona það virðist vera eitthvað hann inn í þinghúsinu sem ég vildi svona reyna að grípa í taumana hann með nýkjörna þingmenn áður þeir flektust á mikið inn í þennan deyfingarsjúkdóm sem að Ég held að Já, ég var ég las þennan tölvupóstinn á einhverju spjallræði áðan og búin að vera fullur ég veit ekki alveg hvað að kalla það svona ég hef ekki búið mikla von í brjósti gagnvart stjórnmálafólki núna síðustu dag og ég hef verið svona þeirra skoðunar að við eigum helst það sé bara vitleysa að vera eða orku í þau það sé ekki eftir neina slægjast í stjórnmálum eins og þau eru sett upp og ég las hennan tölvupósti yfir og ég sagði mér það er hún Magga Stína dugleg, þetta er gott hjá henni en þetta skiptir engu máli en þá bent hann átnifinn minn mér á það ég var í einhverju svona tuði í dag og hann sagði það er ekki alveg það sama væntingar og kröfur það er ekki þú þarft það er ekkert að fara fram á það að þú hafir miklar væntingar til þeirra en þú getur gert kröfur til þeirra og við eigum að gera kröfur til þeirra og það er alveg rétt. Það er náttúrulega, þau eru í þjónustu hlutverki og það, þú veist, þegar maður nennir að skrifa það þú veist, halló þú ert í ábyrgðar og þjónustu hlutverki þannig að það er kannski allt í lagi kannski þó að maður sé vondöfur og þá er kannski full ástæða til þess að gera bara skýrar kröfur til stjórnmálafólks en það er náttúrulega ekki teist frá þeim þetta og það er svona, þetta er ekkit vinsælt mál að tala hér og kannski ég veit það ekki hefur ekki verið það lítið heyrðu frá síðustu ríkisstjórnanna en svona einhver svona meðvirknishjal með Ísrael og Bandaríkjunum Já, ég meina það er bara beinu stuðningsmenn og talandi meðvirknishjal með Ísrael og Bandaríkjunum þá er nú einn flokksmyndin kollegi minn Stefán Einar, hann var í broadcastinu ég sá klippu úr þessu á Facebook hjá Frosta í dag þar sem að það kemur til tals einmitt þessi hugmynd Trump og hann ræðir hann tekur svona svolítið í sama streng og nú ætlum ég að fá að sjá myndband og byrja ykkur að fylgjast með einnig Þetta hafa menn verið að velta sig hvort það sé að koma upp einhvers konar samfélag nýju á Gazasvæðinu undir friðargæsluliði Ísraelarnir segja að við verðum að hafa viðbúnað þarna til þess að geta stöðvað mögulegar árásir frá þessum hendaverkamönnum. Auðvitað velti maður fyrir sér með Egyptaland, Jórdaníu, Sýrland en nú ekki aðstöðu til þess sem stendur. Hvað á að gera? Flest af þessu fólki gæti búið sér betra líf á komandi árum með því að færa sig yfir til þessar landa en vandinn bara sá að þessi ríki vilja ekki taka á móti. Egyptar, Jórdanir vilja bara ekki fá þetta fólk inn fyrir sín landamæri. Kannski verður þetta semja við þessi ríki að taka við greiðslum við að taka á móti þessu fólki. Það er allavega ekki að neina að hverfa á Gazasvæðinu og maður spyr sér líka, ætlar þetta fólk að bjóða sjálfur sér upp á það að lenda enn einu sinni undir stjórnarherrum, hryðjuverkamönnum sem að hafa það sem æðsta markmið þeir hafa æðra markmið í því að drepa gyðinga heldur en að halda lífinu í börnunum sín. Hvers konar Golda Meir sagði, hún var spurð, hvenær mun nást friður fyrir botni Miðjarðarhafs og hún sagði, það mun gerast þegar þessir menn munu elska börnin sín meira heldur en þeir hata okkur. Já, þetta var áhugaverst og við þökkum þetta Frosta á broadcastinu fyrir að senda okkur þetta myndbrot segið mér hvað
Já, ég veit eiginlega bara ekkert hvað ég að segja. Þetta var svolítið svakalegt. Hann náttúrulega eiginlega bara resitera upp nokkurn veginn sem Trump hugleiðingar bandaríkjaforseta frá í gæri, það ekki? Það svona sirka bát. Jú. Og hérna... Á sinn heimskulega hátt. Já, þetta náttúrulega sjónamið sem að það greinilega eitthvað fólk sem aðhyllist þetta einn allavega. Já, ég veit ekki hvort að hann á vinn, sko. Örugglega fleiri. En hérna... Ég varst annað. En sko... Þetta er svona það sem að ég myndi segja... Hversu raunhæft þetta líka? Nei, þetta er bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara sko, hann talar að svona alltaf sko yfirgengilegri heimsku. Þetta er maður sem hefur ekki kynnt sér nokkuð skapaðan hlut nokkuð skapaðan hlut. Getur við tekið þetta aðeins í sundur, hann talar hérna að hann talar alltaf þetta fólk. Hann talar þetta fólks hryðjuverka. Já, hann talar að það verði að fá eitthvað skonar friðagæslu sveit til þess að sinna þarna eftirliti. Þetta er svo óferjandi fólk. Það hefur ekki tekist að koma inn friðagæslu liði sko til Palestínu fram að þessu. Ég veit ekki hvað hann sjálfur þá að ringja í friðagæslu sveitir eða. Ég meina þetta er bara alltaf þvættingur í honum, sko, því hann er alltaf mjög ógeðfelldur. Það er mín skoðun. Afskaplega ógeðfelldur maður. Með ógeðfelldar skoðanir svo vægt sér til orða tekið. Og þarna náttúrulega bara undirstrikar hann allt svona það viðurstyggilegasta sem að sko eitt fasisti getur undirstrikað í raun og veru, sko. Hann talar þetta að senda þau hérna í nágranna ríkin. Ef þau vildu gott líf, segir hann, þá myndu þau nú bara pakka saman og færa sig. Ég mæli með því að hann sko flytji og Raufarhöfn bara strax í fyrramálið, sko. Stefán Einar þar segir, sko. Ef hann vill gott líf. Sko, ég meina, þetta er bara, þú veist, þetta er bara þvættingur. Þú talar bara ekkert svona fólk og þú veist, ef þú kannt mannasiði, þá talar ekki svona. Þú veist, það er bara þannig. Og ég finn hvað ég var miklu æstari, sko, að ég meina, Trump er bara, þú veist, hann er í raun og veru ekki, sko, fyrstillir ekki, sko, ég svona sé hann ekki kannski eins og hann er bara svona appelsínugulur og litin og ég veit ekki hvað hann er með hárkolli, hvað hann er til, sko, hann er kannski Stefán Einar er þetta svolítið, hann stendur okkur svolítið nærri, hann er samlanda okkar og það er alltaf bara óhugulegt að fylgjast með samlanda sínum, tala með þessum hætti, þetta er einhvern veginn svona það sem að við vorum búin að eigna kannski vonduköllunum í útlöndum. Þetta er samt býsna forvitnilegt líka vegna þess að hérna hann náttúrulega er að það getur vel verið að hann hafi þessa skoðun en hann er auðvitað svona kópírað þetta upp eftir einhverju sem sagt hefur verið annars staðar í veröldinni og hérna það sem er sko það sem að þorrin af öllu því sem sagt er þarna hljómar mjög svona fráleitt ólöglegt, illframkvæmanlegt eitthvað svoleiðis sko, eitthvað þann bóin en það sem er hræðilegt við það er hins vegar það að það er ekkit það er mjög ófyrirsjánlegt hvað til dæmis Trump og Netanyahu gera, hversu langt þeir ganga í þessu, hvort þeir fara og framkvæma þetta alveg og hvernig meðvirkni veraldarinnar verður með þeirri framkvæmd og hvernig við bregðumst við því og þá er eiginlega alveg sama, Stefán er peð og skiptir ekki máli, hann er bara að halda einhverju skoðun á lofti en hérna og skildum ættum kannski ekki að dvelja alltaf lengi við hann í þessu samhengi, sko. Þú veist, bara hlægilegt, sko. Já, en það er, sko, ég finna þetta þetta linnulösa dráp sem hefur á sér staðan á Gaza og þessi áratugarlönga kúun á þessari þjóð og kúunin sem fer fram núna á frumbyggjum í Bandaríkjunum sem verið að reka yfir einhver landamæri í hand- og fótjárnum í herflutningavélum. Þetta er allt saman einhver raunveruleiki sem að fólk átti bágt með að sjá fyrir sér fyrir skömmu síðan. Þannig að ég held að maður ætti að hafa varan á sér aðeins með þessar hugmyndir og þegar er búið að normalisera þær og tala mikið þær. Já. En þetta er nú ákveðin normalisering þegar þetta, ég meina broadcastið er nú bara eitt af þessum vinsælu hlaðvarps veitum, segir maður það þessi þáttur Frosta er hann fer víða, hann er pikkaður upp á fjölmiðlum víða og við endurtökum hann hér og í bland við það komið einhvern veginn svona í meginströmmin og það er það sem er svo hættulegt, sko. Já, og það er náttúrulega, þú veist, og svona, sko, sem sagt, í þessar uppskrift þar sem að til dæmis svona
við erum að tala þú veist, RÚV og þessar meginströms, þú veist, umræðu sem að sko einkennist bæða þöggun og lígimáli sko þú veist að þá þetta verður, þá skilja alveg hvað þú ert að tala þegar þetta sko, þegar þú segir þetta sé hættulegt en þess að það eru þetta bara fullt af fólki sem að bara hlustar á eitthvað og hann eitthvað nafn sem það heyrir oft og líka, en og endur taka líka bara þetta hatur, sko, þetta óbúrslega ljóta hatur, þetta að Palestínu fólk elskar ekki börnin sín og þessi hryðjuverkafólk. Það sem fer svona mest fyrir brjóstu á mann, sko, því það svo ógæðslegt að hlusta á þetta. Þeir elski meira að drepa gyðinga heldur en þeir elska að halda börnunum sína líf og maður spyr sig hvort þessi maður hafi nokkuð tíman hitt. Ég ekki vissum að þessi maður hafi nokkuð tíman farið til útlanda, sko, bara aldrei á ævi sinni, sko, bara aldrei. Já, hann hefur verið bóðið til Ísrael. Já, ok, það er flott. En sko, ég meina svona, þú veist, það er bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég segi svo þú, sko, hvað maður að dvelja, sko, við heimsku hjal fasista, það er svona alltaf spurning hvort að, þú veist, Já, þetta er tvíegja, sko, hvort að maður sé að gefa þessu byr, eða Já, að því að maður verður samt einhvern veginn að hafa andar á sig líka því að þannig mikið, þið vitið að ég meina allir þessi bara rasismi og þetta sem að þetta undirliggjandi tíðarandi eða þjóðfélags ástandi eða eitthvað sem að gerir það mögulegt að implementera fasisma bara út víða veröld á einhver stundu og það einhver staðar svona normalisering á fjandanum öllum af hugtökum og viðhorfum og gildismati og öllu þessu sem að til dæmis bara við sjáum, þið veitir að ég meina brúnmorðingi terroristi og hvítur morðingi hann með einhverja geðröskun eða eitthvað svona og þetta klassíst. Þetta svona bara búið að mála upp veröldina og þetta bara aftur og aftur og aftur og það ekki tiltökum mál í Bandaríkjunum þegar verið að skjóta börn í skólum. Það bara, við heyrum ekki einu svona fréttir að því. Nei. Ég meina sko, en einhver morðingi þar og ef hann hvítur þá það örugglega bara allt í lagi. Ef hann brúnn, þá hann terroristi, sko. Já. Það að því að þú minnist á þetta þetta þessi hvítu fjöldamorðingjar sem hafa verið að skjóta fólk núna síðast í fyrradag í Svíþjóð. Þetta eru hvítir kallar sem aðhyllast ákveðna hugmyndafræði og þessa sömu hugmyndafræði og við sjáum að ákveðin öfl hafa verið að flytja hér inn í stóru stíl bara meðal annars frá Svíþjóð og Norðurlöndunum. Haldið þið, óttist þið ekki að þetta við séum bara komin með okkar eigin incel-kultúr hérna í ykkur svona myrk kjallaraskot og ég meina að það verði bara kannski ekkert voðalega langt í hryðjuverka árás af völdum. Ég segi, við veitum þá alveg hverjum við megum þakka það er bara Stefán Einar verður þá þakka kærlega fyrir það, sko. Þú veist, en þess að það ekkert það einhver blöðum það að fletta, sko, þú veist, við erum ekkert undanskilir, sko, þeim, áhrifum sem að þessi kultúr, leiðir af. Þið veitir, þetta náttúrulega bara þessi tvískipting, þessi dualismi og þetta sem við kalla polarisering, skautun eða hvaðina og hafa verið skrifað að lærða ritgerðum og skýrslu fyrir lögreglun og allan fjandan um þetta, það sem að þetta talin eina ástæðan fyrir því þegar ætla mætti að sé aukin hætt á hryðjuverkum í samfélagi og við höfum alveg hér verið kölluð stuðningsmenn hryðjuverka fólks og eitthvað. Ég ennþá kærð fyrir hryðjuverk. Ég var ekki bara Stefán Einar í podcastinu sínu eitthvað útrúða okkur fyrir einhverju jólaföndri fyrir að vera einhverju hryðjuverkamenn. Það var eitthvað svona. Þetta sem þannig að það búið að skipta samfélaginu upp í einhverja allan að 2 hópa ekki fleiri sko, og en grundvallar megin stefið þar það að annar hópurinn segir að við séum terroristar og við séum að þetta allt eitthvað rell og röfl sem að heldur okkur náttúrulega sundruðum og við heldur óbreyttu ástandi. Einhvern veginn svoleið, sko. Já, og svona einhvern veginn, þá verðist svona fasismin, hann hefur átt greiða leið, sko, líka vegna þess að deyfingin mikil, þú veist, deyfingin í samfélaginu mikil. Þú veist, það ég meina helstu, sko, svona, þú veist, fólk deyft bara, skilur, þú veist, þá frjáls aðgangur að, skilur, áfengi, klámi, þú veist, alveg sama hvað nefnir það, sko, þú veist, og deyfingin alger, sko, og þú veist, og allt í,
allt í þáu gróðahygjunar og hérna græðginar og kapitalismans, sko. Þetta svona, ef þú gefið þeim hringleikahús, þá og hérna, gerðu það ekki uppreist. Akkurat. Og þannig að, þú veist, þetta allt svona, ég hugsa kannski, nú allar svona, þú veist, að maður bara þóra að fara út í það, sko, en hérna, þetta til dæmis, þetta múslima hatur, sko, þú veist, það náttúrulega, ég segi Íslam, hann auðvitað storkar kapitalismanum, skilur á öllum sviðum. En það í rauninni ekki Jesú Kristur að gera líka. Já, og Jesú Kristur gerir það líka, en það enginn að ganga, sko, götu Jesú Krist sér síst á öllu Stefán Einar, sko. Það alveg ljóst. Já, vel þótt hans í guðfræðingur, sko. Þú veist, þannig að hérna, hann gengur hérna sína götu haturs bara hérna eins og hans skoðanabræður og systur. En þetta sko, ég meina rasismi eins og við vitum er þetta mjög stórt problem í veröldinni en sko islamofóbía hún er algjörlega legitimiserið, hún leyfð. Hún bara markasett og hún má, sko. Og það aldrei neitt mál að hérna setja terroristarlímið á fólk sem er hérna íslam trúar. Það bara ekkert mál, það má. Og þú mást sninga þeim fangilsi, það þarf ekki rétta ef þeim ekki neitt, sko. Það bara innbyggt í lögin okkar, sko. Já. Og þetta náttúrulega bara einhvern veginn hérna. Hvað gerum við? Hvernig breytum við þessu? Hvernig breytum við heiminum, gott fólk? Með ást. Já. Og smá byltingu, væntanlega. Og þetta, ég verði þáttum að verði reiður og hérna, ég þetta bara svona, þú veist, þetta svona ákveðin adrenalín, svona innspýting, þú veist, að hlusta svona þvætting, sko. En ástin og kærleikurinn, sko, það eina sem að þetta sigrar hatrið, sko. Þú veist, það náttúrulega bara jafn einfalt. Og þess vegna, auðvitað hefur maður verið kallaður barnalegur í gegnum tíðina, skilurðu? Að því maður bara alltaf að tala ást og gleði og svona og bara svona hress og skemmtilegur einhvern veginn alltaf en þú veist, þetta ég meina það auðvitað ekkit annað þú veist, það ekki þú veist, til með stalandum þetta fjöldamorði í Svíþjóð. Já. Þú veist, það það þú veist að þetta ekkit sko koma neitt sko ekki á neitt skrið sko þessi rannsókn en þú veist þetta eitthvað svona félagslega einangraður hvítur kallmaður sem að allt í einu sem að bara hérna allt í einu bara með 3 riffla í höndunum sem að skilur hann leyfi fyrir. Já, frétturnar náttúrulega þess eðlis að við eigum að finna til með honum svona einn eitthvað og svona með einhverja raskanir svona. En ekki svona spyrja okkur hvers vegna í ósköpunum enginn vildi vera nálægt honum. Það bara akkurat, hérna eða sko, þú veist, ég svona hallast að því að sko þetta hérna það eiginlega bara, ég meina riffill í Svíþjóð kostar mörg 100.000 krónur, ég meina þú veist, þetta ekki eitthvað. Þetta forréttindasport. Já, ég meina maðurinn allavega var með 4 skotvopn og hníf og ég meina það hefur komið fram Aftanblaðið sagði frá því í gær að hann hrópaði þannig upp yfir sig út úr Evrópu burt úr Evrópu og hérna það hefur komið ljós að það voru sýrlendingar sem að urðu fyrir árásinni og létu það lífið þannig að þetta er raunverulegu vandi og það mikið áhugjefni að sjá fjölmiðlamenn sem að vilja láta taka sig hérna alvarlega sem slíka að sjá þá einhvern veginn svona að tromma upp í þennan sama fasíska takt og við höfum verið að sjá núna frá Trump. Já, og þú eins og þið segir sko, það er svona ákveðin svona umhyggjusemi sko, hvað varðar fréttaflutninga því hann hefur verið einfari eða einhverfur eða eitthvað sko og hérna á meðan þú veist þá guðsjálf kom það sko nú út úr einhverjum öðrum munni heldur en mínum bara þegar sko manneskja segi það ekki, ég sagði guðsjálf að þetta var ekki útlendingur skilurðu þú veist, hvað segir þetta okkur hvernig hefðu viðbröðin orðið hefði hann haft annan húðlit hvernig hefðu viðbröðin orðið Ég þú skilgreint sem hryðjuverk ef hann hefði verið nákvæmlega það er nefnilega máli og þú veist, og ef að fólk allar ekki að fara að vakna upp sko við
þann raunveruleika sem við búum við núna. Þú veist, þetta fólk sem er svona reynir að leiða hjá sér og leiða ástandi hjá sér endalaust með einhverju deyfingu. Þú veist, í þá segir bara ekki vesku mín skatt. Við skulum kannski bara fá að enda þetta hér þó að það er auðvitað mörg að taka en hérna þið verður bara að koma til mín sem fyrst aftur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Magga-Stína og Diddi þið haldið áfram að standa vaktina fyrir okkur gegn fasisma og hérna kúrum og bara lifi frjáls Palestína. Lifi frjáls Palestína. Þakka ykkur fyrir og tókið við það er meira hér handa villi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.